setja fund í bæjarstjórn Akureyrar, þetta er fundur númer 3492 og fyrir okkur liggur dagskrá í 9 liðum. Og fyrsta mál á dagskrá er ársreikningur Akureyrarbæjar fyrir árið 2020 og til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ársreikningur Akureyrarbæjar fyrir árið 2020 var lagður fram og kynntur af endurskoðendum bæjarins í bæjarráði þann 15. apríl síðastliðinn og vísa þaðan til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Ég mun hér á eftir fara yfir helstu stærðir ársreikningsins en hann er líkt og framkemur í skýrslu og áritun bæjarráðs og bæjarstjórnar gerður í samræmi við sveitarstjórnarlög, lög um ársreikninga, reglugerð um bókhald og ársreikninga sveitarfélaga sem og auglýsingar stjórnvalda um reikningsskil sveitarfélaga. Að sjálfsögðu er hægt að tína til ýmsar aðrar stærðir í slíkri upptalningu en ég vona hins vegar að þessi samantekt gefi nokkuð glögga mynd af fjárhagslegri stöðu sveitarfélagsins. Ársreikningurinn er settur fram samkvæmt reikningsskilum sveitarfélaga eins og áður sagði. Starfsemi bæjarins er skipt upp í 2 hluta, A-hluta annars vegar og B-hluta hins vegar. Til A-hluta telst starfsemi sem er fjármögnuð með skatttekjum, tekin frá jöfnunarsjóði og þjónustutekjum. Er að ræða aðalsjóð fasteignir Akureyrarbæjar, framkvæmdamiðstöð og eignasjóð gatna. Til B-hluta sveitarfélagsins teljast fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki sem að hálfu eða meirihluta er í eigu sveitarfélagsins en rekstur þeirra er að stofni til fjármagnaður með þjónustutekjum. Fyrirtækin eru félagslegar íbúðir, strætisvagnar Akureyrarbæjar, öldrunarheimili Akureyrarbæjar, bifreiðastæðasjóður Akureyrarbæjar, Hafnasamlag Norðurlands, Norðurorka, byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar og gjafasjóður öldrunarheimila Akureyrarbæjar og Hlíðarfjall sem fært var undir B-hluta 1. janúar 2019. Almennt má segja að rekstur samstæðu Akureyrarbæjar hafi verið þungur á síðasta ári meðal annars vegna COVID-19 heimsfaraldursins og launahækkana. Eins og niðurstöður ársreikningsins bera með sér var árið 2020 í samræmi við áætlanir. Rekstrartekjur A- og B-hluta voru samtals 27,6 milljarðar króna á árinu 2020 og skiptast þannig að skatttekjur útsvar og fasteignaskattur námu 12,9 milljörðum, framlög jöfnunarsjóðs sveitarfélaga námu rúmlega 3,9 milljörðum og þjónustutekjur voru tæplega 10,8 milljarðar króna. Tekjurnar eru 703 milljónum krónum hærri en gert var ráð fyrir fjárhagsáætlun og tæplega 600 milljónum krónum hærri en árið áður sem er vel því að í upphafi faraldursins óttuðust menn að framundan væri einhver mesta kreppa allra tíma. Það er svo sem ekki útséð með það. Enda erum við ekki búin að sjá fyrir endan á þessum heimsfaraldri. Rekstrargjöld samstæðunnar fyrir afskriftir, fjármunatekjur og fjármunagjöld námu 25,6 milljörðum króna en þar af voru laun og launtökugjöld án lífeyrisskuldbindingar rúmir 16,5 milljarðar. Áætlun ársins gerði ráð fyrir að launin yrðu 16,4 milljarðar, þannig að við vorum nokkuð nálægt í okkar áætlunagerð. Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármunagjöld er því neikvæð 26,8 milljónir. Rekstrarniðurstaða ársins eftir fjármálslið og skatta er neikvæð 1612 milljónir króna á árinu 2020 en áætlun gerði ráð fyrir að hún yrði 1603 milljónir króna. Gjaldfærð lífeyrisskuldbinding samstæðunnar var töluvert hærri en áætlað var eða tæpur 1,1 milljarður í stað 842 milljóna króna í áætlun. Það er umtalsverð hækkun frá fyrra ári þegar skuldbindingin hækkaði 361 milljón króna. Þessi útgjaldaliður er ein mesta óvissan ár hvert í rekstri sveitarfélaga og má gera ráð fyrir að hún hækki umtalsvert á næstu árum með launahækkunum. Rekstur A-hluta bæjarins var ögn betri en áætlað var. Niðurstaðan er 1620 milljónir í tap í stað 1830 milljóna króna í neikvæða niðurstöðu sem var samkvæmt áætlun. Þó skal nefna að aðalsjóður er enn rekinn með verulegu tapi þó svo það hafi verið 336 milljónum minna en áætlað var. Helstu skýringar á betri stöðu aðalsjóðs eru nokkru hærri tekjur 266 milljónir króna, þar af hærri framlög úr jöfnunarsjóði 149 milljónir, vöru og þjónustukaup voru 255 milljónum krónum undir áætlun og fjármagnstekjur 160 milljónum króna hærri.
Laun og launtönd gjöld ásamt lífeyrisskuldbindingum í aðalsjóði voru 305 milljónir króna umfram áætlun. Skýrist það helst af launahækkunum. Í þessu samhengi er einnig áhugavert að skoða yfirlit yfir rekstur málaflokka sem heyra undir aðalsjóð sérstaklega. Fjárheimildir fyrir einstaka málaflokka eru samþykktar af bæjarráði og það er verkefni ráðunarstjórnenda bæjarins að sjá til þess að útgjöld séu innan þess ramma sem þar er markaður. Ef yfirlit yfir málaflokkana á blaðsíðu 14, skýring 6 er skoðað, kemur í ljós að langflestir málaflokkanir voru reknir innan eða í kringum samþykktar fjárheimildir og í þeim tilvikum þar sem svo var ekki var frekar lítið frávik að ræða eða skýringar liggja fyrir. Helstu frávik í A-hluta eru í fræðslumálum og hjá slökkviliði. Þessi frávik eru einna helst vegna aukinna útgjalda vegna COVID-19 og launahækkana. Þessar tölur eru þannig til marks að almennt hafi stjórnendum bæjarins gengi vel að halda sig innan þessu útgjaldaramma sem ákveðin var, sem er vel. Litlar breytingar eru á efnahagsreikningi frá fyrra ári. Eignir bæjarins eru nú 59,4 milljarðar króna og hækka þær tæplega 3 milljarða á milli ára. Þegar horft er til skulda samstæðunar þá greinast þær þannig að langtímaskuldir samstæðunar nema rúmlega 24 milljörðum króna og lífeyrisskuldbindingar upp á 5 milljarða króna en skammtímaskuldir rúmlega 4,6 milljarða. Samtals eru skuldir samstæðunar því 34,3 milljarðar króna og hafa hækkað 4,3 milljarða á árinu. Eigið fé samstæðunar er rúmlega 25 milljarðar og lækkað tæpa 1,4 milljarða á árinu. Ef eingöngu horft til A-hlutans, þá aukast eignir hans 2,2 milljarða króna að verðmæti, fara á rúmum 34 milljörðum í 36,2 milljarða. Skuldir og skuldbindingar A-hluta nema alls rúmlega 23,2 milljörðum króna og hækka 3,5 milljarð á milli ára. Eigið fé er 13 milljarðar. Eiginfjárhlutfall A-hlutans er 36% en samstæðan í heild 42%. Langtímaskuldir samstæðunar skiptast þannig að 6% þeirra eru í erlendum gjaldmiðlum en 94% í íslenskum krónum. Erlendi hluti skuldana er fyrst og fremst hjá Norðurorku. Fjárhagur Akureyrarbæjar er samt sem áður traustur og nam skuldaviðmið samstæðunar í árslok 85% samkvæmt reglum eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga, en það var 73% árið áður. Skuldaviðmið í A-hluta var 62% í árslok en var 55% árið áður. Rétt er að nefna að skuldaviðmið má samkvæmt sveitarstjórnarlögum ekki vera hærra en 150%. Reyndar er rétt að taka það fram að þetta ákvæði í sveitarstjórnarlögunum hefur verið tekið úr sambandi tímabundið út af COVID faraldursins en ég geri nú fastlega ráð fyrir að í það minnsta 2 ára verði það komið aftur á. En það er rétt að hafa þetta sem viðmið áfram og að vera ekki að keyra fram úr öllu. En eins og ég segi, Akureyrarbær er því langt undir því þó svo skuldaaukning hafi verið umtalsverð á árinu. Sjáu hérna skuldahlutfallið. Eina mikilvægustu kennitölu í rekstri sveitarfélaga er að finna í sjóðstreymisyfirlitinu. Það er veltufé frá rekstri. Sú tala gefur best til kynna getu sveitarfélagsins til framkvæmda og greiðslu langtímalána eftir daglegan rekstur. Veltufé frá rekstri hjá samstæðinu nam 2,3 milljörðum króna en 911 milljónum hjá A-hluta. Áætlunin hafði gert ráð fyrir tæplega 1,9 milljarða króna veltufé frá rekstri hjá samstæðinu. Veltufé frá rekstri árið 2020 í hlutfalli við tekjur nam 8,4% í samstæðinu og 4,4% í A-hluta. Árið áður voru hlutföllin 10,9% í samstæðinu og 7% í A-hluta. Þannig að þetta eru því miður ekki nógu góðar tölur. Fjárfestingarhreyfingar samstæðuna námu samtals 3,9 milljörðum króna. Fjárfest var í varanlegum rekstrarfjármunum fyrir tæpa 3,9 milljarða sem var tæplega 500 milljónum krónum minna en áætlað var. Fjárfest var á sviði fræðslumála fyrir rúmlega 900 milljónir, meðal annars vegna leikskólans Klappa fyrir 357 milljónir og endurbætur á húsnæði Glerárskóla upp á 266 milljónir og húsnæði Lundarskóla og Rósenborgar fyrir 200 milljónir króna.
Á sviði íþróttamála fyrir 176 milljónir króna þar að tæpar 100 milljónir í þjónustuhús fyrir siglingaklúbbinn Nökkva. Í A-hluta var fjárfest samtals fyrir tæplega 1700 milljónir. Fjárfestingar hjá Norðurorku voru 1566 milljónir, meðal annars í hitaveitulögn frá Hjalteyri og í fráveitustöð í Bótinni á Akureyri. Hjá Hafnasamlagi Norðurlands var fjárfest fyrir 378 milljónir og í hafnamannvirkjum. Ég bendi á að það frekari sundurliðun á þessum verkefnum í skýringu 7 í ársreikningnum. Fjármögnunarhreyfingar samstæðunnar voru jákvæðar samtals 2.493 milljónir króna en minna var tekið að lánum en áætlað var. Afborganir langtímalána námu rúmlega 841 milljón en ný langtímalán námu 3.391 milljón króna. Handbært fé samstæðu sveitarfélagsins hækkaði 831 milljón króna á árinu og var rúmlega 2,5 milljarður króna í árslok 2020. Veltufjárhlutfall samstæðunnar var 1,23 í árslok og A-hlutans var það 1,55 í árslok og það mjög ásættanlegt í báðum tilvikum. Eins og hér hefur komið fram, þá gekk rekstur Akureyrarbæjar þokkalega í samanburði við áætlun á árinu 2020. Tekjurnar voru nokkuð hærri en áætlað var eða 700 milljónir króna eða 2,6%. Útgjöldin hækkuðu verulega milli ára eða 1,9 milljarð eða 8%. Þrátt fyrir að rekstrarniðurstaðan sé ívið skárri en áætlað var og aðhaldsgætt í hvívetna hún samt sem áður óviðunandi. Hún eiginlega bara mjög vond. Rekstrarumhverfi síðasta árs hefur verið fullt af áskorunum og það hefur verið erfitt í ljósi COVID-19. Margt hefur breyst og sumt að breytast til framtíðar. Okkar helsta áskorun allt of hár launakostnaður eða 64% af útgjöldum okkar launakostnaður. Þá innrilega líka umtalsverður hluti rekstrarkostnaðar. Og ég held að áhrifin af launahækkunum á síðasta ári sé 1,4 milljarðar. Þannig að við sjáum það hversu þungar launahækkanir eru á okkur og hversu hár stabbi launakostnaður á rekstrinu. Þrátt fyrir lítilsháttar betri niðurstöðu í A-hluta en áætlað var ljóst að hefðbundinn rekstur sveitarfélagsins í mjög þröngri stöðu og það verður að grípa til aðgerða til þess að lækka kostnað til framtíðar. Það verður ekki hægt að fjármagna reksturinn áfram með lánsfé. Það þarf að fækka verkefnum sveitarfélagsins, selja eignir og fækka starfsfólki. Svo einfalt það. Halli á rekstrinum eins og sá sem við kynnum hér í dag gengur ekki áfram. Rétt að taka fram að stórt skref hefur nú þegar verið stigið með yfirfærslu öldrunarheimila Akureyrar til heilsuverndar, en betur má duga skal. Á síðasta ári nefndi ég sérstaklega rekstur öldrunarheimila Akureyrar sem helstu ástæðuna fyrir miklum taprekstri. Þá var tapreksturinn 350 milljónir. Taprekstur öldrunarheimila Akureyrar á síðasta ári 537 milljónir og því ein helsta skýringin á miklum taprekstri Akureyrarbæjar. Rétt að taka fram að rekstur hjúkrunarheimila ekki lögbundið verkefni sveitarfélaga. Það verkefni ríkisins. Lengi hefur verið reynt að fá leiðréttingu út á gjöldum vegna rekstursins en ekkert hefur gengið. Það ekki vanhugsuð ákvörðun sveitarfélagsins að ákveða að reka ekki hjúkrunarheimilin áfram. Sú umræða hefur farið fram í sirka 7 ár eða lengur. Frá með 1. maí næstkomandi mun hjúkrunarheimilið Heilsuvernd taka við rekstri öldrunarheimila Akureyrar. Þá lýkur áratugalangri rekstrarsögu Akureyrarbæjar á stofnuninni. Ég veit að Akureyrarbæjar hefur gert vel í þessum efnum og öldrunarheimili Akureyrar í fararbroddi þegar kemur að öldrunarþjónustu. En það ein helsta ástæða þess að Heilsuvernd sóttist eftir því að reka stofnunina. Ég vil nota tækifærið og þakka frábæru starfsfólki öldrunarheimilanna fyrir samstarfið og óska ég þeim allsins besta. Ég hreykin af störfum ykkar og bæjarstjórnin öll. Þá vil ég senda Heilsuvernd árnaðaróskir á þessum tímamótum og óska þeim sömuleiðis allsins besta. Ég sannfærð að reksturinn í góðum höndum og þjónustan við íbúa mun síst verða verri enda fylgir rekstrinum okkar góða starfsfólk. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil í lokin þakka stjórnendum og starfsmönnum Akureyrarbæjar fyrir gott samstarf á árinu 2020.
Það hefur reynt verulega alla starfsemi okkar á undanförnu ári og það mun gera það áfram ef fram heldur sem horfir. Ég vil sérstaklega þakka fjármálastjóranum Dan Brynjarsyni og hans góða fólki á fjársýslusviði fyrir traust og gott samstarf og með sama hætti vil ég þakka endurskoðendum bæjarins, þeim Davíð Búa Halldórssyni og Níelsi Guðmundssyni og starfsfólki þeirra hjá Enor fyrir þeirra vinnu við frágang reikningsins og mjög gott samstarf á liðnu ári. En síðast en ekki síst, þá vil ég þakka ykkur, kæru bæjarfulltrúar, fyrir gott og ánægilegt samstarf þar sem af á kjörtímabilinu. Það alveg sérstaklega ánægilegt að vinna með svo góðri bæjarstjórn eins og ykkar Að lokum legg ég til að ársreikningnum verði vísað til bæjarráðs og síðari umræðu í bæjarstjórn að loknum umræðum hér á fundinum. Það er bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu. Orðið laust. Sem enginn næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk bæjarstjóri fyrir þessa greinargóðu yfirferð stöðu rekstursins. Ég tel alveg ástæðu til þess að staldra við hann. Þetta erfið staða sem við okkur blasir og greinilegt að við þurfum virkilega vel að halda á spöðunum ef við eigum að standa við það markmið okkar að horfa til sjálfbærni í reksturs sveitarfélagsins. Að þá eigum við mikið verk fyrir höndum. Ég vildi samt líka, þetta eru ákveðin tímamót varðandi rekstur öldrunarheimila Akureyrar. Líkt og ég hef sagt áður, þá hefði ég viljað óska þess að við höfum náð að landa einhverju leið til þess að reksturinn hefði geta verið hjá Akureyrarbæ eða minnstakosti hjá HSN. Ég vona auðvitað að með nýjum rekstraraðila verði ekki skert þjónusta og það mun ekki bitna á íbúum öldrunarheimilina. En mér líður ekki rosalega vel með þetta eins og ég hef áður sagt hér að þá hefði ég viljað sjá þetta fara öðruvísi. En á samaskapi var þetta algjörlega nauðsynlegt skref hjá bæjarstjórn Akureyrarbæjar. Það eru fleiri verkefni sem við þurfum síðan að skoða í heild sinni og samstiga, bæði til þess að auka tekjur og draga úr kostnaði. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu. Orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka bæjarstjóra fyrir mjög góða yfirferð á ársreikningi ársins 2020 og ég vil líka hrósa starfsmönnum bæjarins fyrir þessa myndrænu framsetningu sem að bæjarfulltrúi birti hér með ræðu sinni. Þetta er eitt af því sem hefur verið unnið verulega og ótrúlega í árinu 2020 og þessu ári, þar að segja að bæta upplýsingagjöf til okkar með myndrænu framsetningu og það er vel og ég sjá það bara í þeim gögnum sem við höfum nú aðgang að þetta gerur okkur mjög mun betra að fylgjast með rekstrinum á hverjum tíma. Þannig að ég vil bara hrósa starfsmönnum og Ásthildi fyrir þessa vinnu. Það kann nú að vera í þessari ræðu sem að bæjarstjóri hélt að fólk velti við sér mikið askot hér þessi bæjarstjórn og góði að áætla vegna þess að við vorum alltaf á áætlun. Hins vegar þarna skal ég segja kannski kom ekki nógu skýrt fram að við náttúrulega þurftum að bregðast ansi oft við á síðasta árinu með viðaukum sem þá náttúrulega viðbót við áætlun og þess vegna kannski má segja að við séum á góðu róli hvað áætlunum varðar þannig að þetta uppgjör sem við erum að taka fyrir núna kemur okkur bæjarfulltrúum ekkert á óvart. Þetta er bara í samræmi við þá áætlun sem var gerð og við náttúrulega tókum meðvitaðar ákvarðanir á hverjum tíma. Þegar að sýnt var að kostnaður myndi aukast, þá náttúrulega samþykktum við viðauka sem náttúrulega gert til þess í raun að bregðast við þeim kostnaði sem að klálega féll á okkur. Ég get ekki ánægð sagt þegar við erum að tala ársreikninginn að það er eitt af því sem að menn tala gjarnan COVID-in og áhrif COVID. En það er náttúrulega líka ljóst að launahækkanir hafa haft mikil áhrif á rekstur sveitarfélaga almennt. Við erum að sjá þarna í þessum tölum okkar að launakostnaður að aukast og bara sem hlutfall af rekstrartekjum þá erum við að tala 4-5% og það þýðir bara 1 milljarð króna sem að launakostnaður aukast umfram rekstrartekjurnar. Þannig að þetta náttúrulega eitthvað sem kom ágætlega fram í máli bæjarstjóra að þetta er þetta viðfangsefni sem við eigum við að glíma.
Ég tek undir með bæjarfulltrúa Hildu, það ekkert léttvægt að skila frá sér rekstri í öldrunarheimilina og við erum svo sem búin að taka þessa umræðu hér inn í bæjarstjórn og við svo sem vitum það núna að þegar að við erum búin að skila ríkinu rekstrinum, við erum átt okkur á því, það voru við sem að skilum rekstrinum til ríkisins. Það síðan ríkið sem semur við heilsuvernd, bara þannig að fólk sé alveg meðvitað það að við höfum ekkert hlutast til það hver tekur við rekstrinum. Bæjarfulltrúi Hilda minntist á að kannski hefði verið betra að HSN-tæki við rekstrinum og það var akkúrat það sem var stemmt á síðasta ári og hefði kannski verið farsælasta lausnin. Það var líka svo aðferð sem var beitt bæði fyrir austan og í Vestmannaeyjum. Hins vegar ætla ég ekki annað en það að heilsuvernd komi til með að standa að öflugum rekstri og að þeir hafa lýst því yfir að þeir hafa verið mjög hrifnir af þeim rekstri sem að Akureyrarbær hefur sinnt þarna á umliðnum árum og ég hef mikla trú á því að þeir komi til með að halda áfram út í öflugu þjónustu við eldri borgarna hér í bænum. Af því að bæjarstjórn kom ekki inn á uppáhaldsumræðefni mitt sem veltum fyrir frá rekstri, að þá fannst mér ástæða til þess að ég kemi hér upp, þess vegna sem ég er komin upp, að mér finnst svo gaman að tala veltum fyrir rekstri. Það eitt sem að vísu kom með það hjá samstæðunni, það var í 8,5%, 8,4%, það 4,4% hjá A-hlutanum og við vitum það eins og þið vitið að bæjarfulltrúar að við höfum alltaf talað að 7,5% lágmarkið. Það svoleiðis að veltum fyrir rekstri sem hlutfall af rekstrartekjum hefur aldrei verið lægra á þessari öld hjá A-hlutanum, það segja 4%. Og þetta svona svipað kannski og það aðeins lakar heldur á hrunárinu 2008. Þannig að þetta eru alvarleg staða og við vitum það að við þurfum í rauninni að bregðast við. En það þýðir ekkert að horfa í baksýnisspegilinn, við verðum að horfa fram á veginn og við höfum tekið saman höndum að reyna að gera hlutina betri. Við erum núna eins og fram hefur komið þá að taka öldrunarheimilin út úr rekstrinum, þar að segja þá erum búin komnir með það. Það kom fram í máli bæjarstjóra að þetta eru 537 milljónir sem aðalsjóður greiddi með rekstrinum og þegar við horfum tilbaka aftur að þá sjáum við að við erum komin vel á 3 milljarð sem höfum greitt með rekstri öldrunarheimilina á síðustu 9 árum. Við erum svo margoft búin að fara yfir hvernig þetta til komið og skýrt það bæði hér í bæjarstjórn og á opinberu vettvangi með blaðaskrifum. Þannig að það er svo sem ekkert við því að segja. Þetta voru hlutir sem voru meðvitaðar ákvarðanir. Við vorum alltaf að vonast til þess að daggjöldin myndu aukast. Við vorum að vonast til þess að menn myndu taka húsnæðismáli föstum tökum. Allt var þetta í samkomulagi sem að ríki gerði við okkur á sínum tíma en hefur ekki staðið við. Svo velta menn fyrir sér af hverju við treystum ekki ríkinu. Það bara þannig að þeir hafa ekki staðið við þar sem að hefur verið rætt um. En eins og ég sagði, við skulum ekki horfa í baksýnisspegilinn, við erum að fara fram á veginn og við erum að velta fyrir okkur hvað við getum gert. Það eru umdeildar ákvarðanir sem við þurfum að taka. Við erum að horfa til þess að fara að taka gjald af bílastæðum í miðbænum. Það mun skapa bílastæðasjóði tekjur. Við erum að fara og höfum þegar hækkað gatnagerðargjöldin af fjölbýlishúsum í 7,5% úr 5%. Ég hef talað fyrir því að við hefum kannski mátt stíga stærri skref. Við erum jafnvel að skoða hvort og það til raun með sölu lóða og það eitthvað sem að menn ættu að virkilega velta fyrir sér. Það var svo gaman að því að bæjarfulltrúi Þórhallur sendi á mig tölvupóst daginn og benti mér á að þetta hefði verið í umræðunni hér í bæjarstjórn árinu 2007, bæði það að fara með hækka gatnagerðargjöldin bara í 15% ef ég maður rétt og líka að taka upp sölu lóða. Þetta eitthvað sem að við erum svona, þegar við erum að bera okkur saman við þau sveitarfélög sem hafa verið að birta, eða við erum í samkeppni við skulum segja, stærri sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu, þá eru þau með þetta sem að við hefum ekki geta nýtt okkur. Og síðast ekki síst erum við náttúrulega, höfum við sett í samstarfssáttmálann okkar stjórnsýslubreytingar sem að við þurfum bara að fara að koma á koppinn. Þannig að það ýmislegt að gera hjá okkur og ég held að við séum í rauninni að takast á við þetta. Það kom vel fram hjá bæjarstjóra, við höfum verið að fylgjast með rekstrinum. Það hefur verið, menn hafa verið að reka þetta innan þeirra áætlana sem hafa verið gerðar, þar að segja áætlun með viðauka og menn hafa passað vel upp á peningana. En engu að síður þá það þannig að hún kom vel inn á það að þetta ekki viðunandi niðurstaða, hvernig sem á málið litið og það okkar verkefni að takast á við það.
og við vonandi náum að skila betra búa okkur við næsta ári. Þannig þakka ég fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Allt fast hérna. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka bæjarstjóra fyrir þessa yfirferð á ársreikningi. Ég teki undir allt sem hér hefur komið fram í sjálfu sér. Ég held að það hafi aldrei verið óskastaðan að skila öldrunarheimilum. Ég held að það hafi aldrei verið óskastaðan sem slík. Hins vegar stóðum við bara frammi fyrir því að það var ekki lengur orðið neitt traust á milli Akureyrarbæjar og ríkisins þennan rekstur, enda margsýnt að þetta var bara ekki að gera sig. Og allir uppsafnaður halli sé þá ekki komin í 200 milljónir síðan 2012, nei 2 milljarða fyrirgefið, en það leit Guðmundur á mig eins og bara naut og nývirki hérna. 2 milljarðar það sem að við erum búin að leggja í þennan rekstur og ég ætla ekki að fara að sjá eftir þeim peningi í þessa þjónustu sem við erum að veita það, í þeim skilningi. Hins vegar þetta fjármuni sem að hefðu líka geta farið inn í rekstur bæjarins í þau verkefni sem okkur ber skylda til að sinna. Og ég ætla að taka það fram, okkur ber lagaleg skylda til að sinna. Það á ekki við öldrunarheimili. Og mér langar aðeins bara til að orða það því að það hefur verið vippað hérna upp á akureyri.net greinum frá fyrrverandi þingmanni það hvort að einkafyrirtæki hafi náð betri samningi en Akureyrarbær um rekstur öldrunarheimila. Ef svo þá lýsir það ekki stöðu Akureyrarbæjar, það lýsir það bara vilja og áformum ríkisins, sjúkratrygginga og annarra sem að því koma. Og ég held að það sé bara mjög fljót, þessu bara sé mjög fljót svarað. Því að það er búið að margreyna á þessi samskipti og samninga þennan rekstur og það gengur hvorki né rekur. Og ég sé ekki betur á umfjöllun fjölmiðla ummæli rekstraraðila hjúkrunarheimila í dag að þetta sé bara allt í mjög slæmu standi og þetta er bara stórt verkefni fyrir ríkisstjórn, núverandi ríkisstjórn og komandi ríkisstjórn að vinna í og leysa. En þetta er kannski hluti af þessum halla sem við erum að tala á bæjarsjóði núna og ég miklu gjarnar á það að horfa inn í A-hlutann frekar en samstæðin. Og ástæðan er bara einfaldlega sú að þar erum við að taka ákvarðanir þjónustu. Við erum að taka ákvarðanir það hvað er gert. Við erum ekki að taka með sama hætti ákvarðanir nema óbeint sé í gegnum B-hlutafyrirtækin og Akureyrarbær hefur lengi notið þess núna undanfarin ára að vera réttu megin við núlli í samstæðinni vegna þess að Hafnarsjóður hefur skilað góðum afgangi og Norðurorka hefur líka skilað góðum afgangi. Og við skulum bara muna það að þessi afgangur hann hefur hlaupið á einhverju 500 til 700 milljónum og jafnvel meira á undanförnum árum. Nú gerist það hins vegar að það er 100 milljón króna halli á Hafnarsjóði sem er einhver 400 milljón króna sveifla niður á við. Það er líka óvenju lítill afgangur á rekstri Norðurorku og það er bara skiljanlegt það sem Norðurorka er núna í mjög miklum og stórum framkvæmdum og þarf að taka mikið á lánum. Þannig að þetta bara, ég er bara að benda á þetta vegna þess að það segir okkur, bæjarfulltrúum sem hér sitja, við þurfum að taka til hendi í A-hlutann. Í A-hlutann og sérstaklega í aðalsjóði þar sem að hallinn er einhvers staðar í kringum 2 milljarða ef maður rétt miðað við þetta tölu sem þarna er inni. Og það er búið að benda náttúrulega á ástæðuna fyrir þessu og hún er náttúrulega hækkun launa, tekjur ekki að lækka umfram það sem áætlað var og það er bara vel, það er bót í máli
En þegar við horfum á svona lykiltölur í þessu rekstri þá eru útsvarið til dæmis að hækka 3% meðan laun hækka 6%. Sko, þarna bara skapast ákveðið gap sem mjög erfitt að fylla öðruvísi en þá að afla annarra tekna. Við erum ekki í að selja byggingar rétt eins og mörg önnur sveitarfélög gera fyrir sunnan. Getum þess vegna ekki fyllt upp í gatið með þeim hætti. Þannig að það þá eitthvað annað sem við verðum að gera. Við vitum það að íbúum fjölgaði á milli ára 190 sem líka jákvæð þróun og við skulum bara vona okkur takist að halda því ef okkur tekst að viðhalda lóðaframboði sem þörf á. En á sama tíma þá stöðugildum að fjölga 14 sem reyndar 14 og mikið vegna þess að við ætluðum ekki að fjölga neitt miðað við það sem ársreikningur segir, bara í A-hlutanum. Þetta heldur minni fjölgun heldur en á síðasta ári. En að hluta til það tilkomið vegna COVID-stöðunar. Við gerum okkur alveg grein fyrir því. En þetta líka eitthvað sem við verðum bara að takast á við og það kannski stóra verkefnið okkar. Hvernig við eigum að draga úr launakostnaði því að þar liggur bara hundurinn grafinn. Og ef við horfum í staðinn fyrir að horfa á þetta sem hlutfallstölur, þá hækkar þá til þess mismunur á launakostnaði útsvari í dag. Hann 1737 milljónir. Hann tæpi 2 milljónir. Einhver tíma hér áður þá var talað það að útsvar og launakostnaði þyrfti að spila svona saman og þetta var kannski munur upp á 500 til 700 milljónir árum áður. Var miklu minna til þess árið 2013, 12 og 11 þegar launahækkanir voru litlar en útsvar hækkaði meira. En við þarna bara við getum ekki haldið svona áfram. Og þess vegna þurfum við að grípa til einhverja sérstakra ákvarðana. Að því að bæjarfulltrúi Guðmundur hefur gaman að tala veltufé fyrir rekstri, en það náttúrulega skiljanlegt því að þetta náttúrulega þeir fjármuni sem við getum nýtt á til framkvæmda. Við erum náttúrulega að auka skuldir vegna þess að við ákveðum að draga ekki úr framkvæmdum heldur að auka í, þannig að við erum að setja 1700 milljónir í framkvæmdir fasta eða fjárfestingar, réttara sagt. Við erum með 911 milljónir til að mæta því. Augljós skuldasöfnun og ekkert annað. Og það var meðvitað gert. En eins og bæjarstjóri kom inn á þá var hækkaði skuldahlutfalli kannski ekki mikið miðað við fjárhagsleg viðmið til dæmis í A-hlutana, fer það við 62% úr 55 á síðasta ári. Það bara jákvætt, en þetta fljótt að fara ef við ætlum að halda þessari stöðu áfram. Þannig að það býður okkar gríðarleg vinna hvað þetta varðar. En það var bara einn ljós punktur í þessum ársreikningi fannst mér, eða svona einn af fáum, og það var veltufjárhlutfalli sem allt í einu 1,55, sem svona dæmi það að lausafjárstaðan, þannig lagað í þokkalegu lagi hjá okkur, og í bara góðu lagi, þetta nú eiginlega hæsta veltufjárhlutfall sem ég sé síðan 2005, sem dálítið merkilegt í þessari stöðu, en bara jákvætt. En stóru skilaboðin náttúrulega eru þau að ef þetta sveitarfélag að vera sjálfbært, þá þurfum við að ná A-hlutanum á réttan kjöl og við getum ekki lengur treyst á B-hlutan til að jafna hallan á A-hlutanum út. Það bara ekki lengur hægt. Þannig að verkefni bíða okkar. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu, orðið laust. Ætla að biðja varaforsetinn að taka við stjórninu og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Hallabjörg Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla svo sem ekki að lengja þessa umræðu, ég get tekið undir með öllum þeir sem hafa komið upp á undan mér. Reksturinn auðvitað erfiður og þungur og það var ekki bara út af COVID. Við vissum þetta fyrir COVID og vorum farin að bregðast við, en auðvitað þyngdi þessi veirufjandi okkur róðurinn.
Við brugðumst við eins og kom bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin kom inn á og settum fram viðauka og þess vegna áætlunin eða kannski niðurstaðan eins og áætlunin var orðin hjá okkur. En það var ljóst og er ljóst að verkefni framundan er stórt. Eitt af því sem við erum að gera er auðvitað að skila rekstri í öldrunarheimilinu og ég tek undir með öðru sem hafa komið hérna, það er bara mjög þungbært. Að ég tel að auðvitað hefði það verið betra að við hefum fengið bara þessna meira til okkar og fjármagn með og tekjustofnana til sveitarfélagana. Eða þá, og hin leiðin var þessi, að það reyna að skila þessu til ríkisins sem ber ábyrgðina og þeir finni þá leið til þess að koma þessu jafnt yfir á sveitarfélagin ef að við viljum færa þetta aftur til þeirra. Þetta er alltaf galið að vera eitt sveitarfélag, eitt af fáum sveitarfélagum sem var að reka öldrunarheimili fyrir ríkið og með þeim halla sem það var, upp á fleiri 100 milljónir, að útsvarstekjur okkar færu sérstaklega inn í þennan þjónustuþátt við aldraða, þó við viljum að vissulega þetta gera vel við. En ríki og sveitarfélag, og þetta er alltaf svo galið þessi samskipti, ríki og sveitarfélag eru við. Það er bara við sem borgum í hvoru tveggja. Þannig að þetta er alveg með ólíkindum að við skulum ekki geta einhvern veginn gert þetta betur. Það er að segja þessi 2 stjórnsýslustig. En burtséð frá því, við erum núna að hefja vegferð og ekkert að hefja, við erum svo sem löngu orðið ljóst að það stemmdi ósjálfbæran rekstur. Við tókum höndum saman öll bæjarstjórn það verkefni að ná sjálfbærni í rekstri. Það þýðir að við þurfum eins og hefur komið fram að fara í ýmis verkefni. Eitt af því er að skila öldrunarheimilunum, annað er að lína allan rekstur, finna hvar við erum að mögulega gera hlutina tvisvar, draga úr verkefnum og jafnvel að hætta. Og það þýðir auðvitað við verðum að taka erfiðar ákvarðanir. En vonandi stöndum við þá með línaðan, góðan rekstur til framtíðar fyrir þá sem taka hér við af okkur sem bæjarstjórn og að í þessu þegar COVID léttir þá er ég alveg sannfærð að tækifærin liggja hér. Það er að segja að þau liggja út á landsbyggðinni. Það er rosalega bjart framundan og það verður auðvelt fyrir okkur komandi bæjarstjórnir síðan að bæta í við þjónustuna ef að við náðum einhvern veginn að kjarnastarfsemina hjá okkur og lína hana niður á eitthvað lágmark og koma þessu svona viðspyrnulega fyrir þá sem taka við okkur. Og mér langaði bara svona aðeins að koma inn á bara þessi teikn sem er á lofti svona, já, ég held að ferðaþjónustan, hún á eftir að breytast. Það er að segja þegar hún byggist aftur upp, þá á hún eftir að breytast. Fólk á eftir að vilja ferðast, hef ég trú á, miklu frekar til svona strjábýlli staða og þar með þá Norðurlands og landsbyggðarinnar allar. Þannig að við höfum eftir að njóta góðs af því. Við höfum eftir að njóta góðs af því að fólk getur inni hvar sem er. Fólk er í auknum mæli að leita sér í búsetukosti þar sem eru ákveðin svona lífsgæði og ekki þetta stress og ekki þetta fjölmenni. Það sýna rannsóknir annars staðar frá og þessi bylgja er hafin. Það þýðir að væntanlega Akureyri bara svona ídeal staður. Við erum með alla þjónustu en samt pínulítill bær. Og búum við ótrúlega lífsgæði, það er 5 mínútur á skíði, það er 5 mínútur í golf og það er 5 mínútur í allt, nánast. Þannig að ég held að framtíðin sé mjög bjart fyrir Akureyri og þrátt fyrir þessa niðurstöðu ársreikningsins, þá ætla ég bara að leyfa mér að vera bjartsýn. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi henni aftur stjórn fundarins. Já, takk fyrir það. Orðið er laust. Það sé fleiri ekki hvað sé hljóðs. Þessi geta samþykkt að senda að vísa ársreikningunum til bæjarráðs og svo seinni umræðu í bæjarstjórn, gefur merki. Það eru 11, takk fyrir það.